Við ætlum að syngja svona eins og 2-3 lög áður en förum í lottó. En aðeins ef einhver þarf að fara á salerni, þá farið þið hérna á bakvið, rétt hjá Tattoo-skiltinu, þar niður og salernið hægra megin. En við ætlum að syngja 2-3 lög áður en við förum í lottóvinningana og það er alveg fullt af verðlaunum. Sestu hérna hjá mér ástin mín. Við höfum að gera fyrir á barinn, já. Horfa á sólarlagsins róðargljó. Særin ljóma líkt og milli mín. Léttar báðir þær hver að bíða ró. Við öldunni og aftan frið yndislegt að hvíla þér við hlið. Eðlilegt í örmum þér að una og gleyma sér. Við erum stödd á Kanaríeyjum. Hérna búa 2,1 milljónir manna á 7.000 ferkílómetrum. Það er svona eins og Reykjanesið og Þingvallasveitin rúmlega. Hæ, Klara, heyrðu. Viltu fá túr út á flugvelli fyrramálið, korter yfir 5? Sjóndundahringurinn hjá fólki á Íslandi er bara að opnast meira. Þetta er ekki bara fyrir gamalt fólk. Það er alveg núna í september 2014. Hendur cirka 24 ára. Ég held að vinna einn dag tala með íslenska líka. Mínum að því paradís á jörðu. Finnum þetta hvergi í heiminum. Hér er engin vá. Hér er engin pöddur eða kóngulær eða eitthvað smá eins og kakkalakkur, menn þeir drepa nú engan. Það er engin torneiros eða eldsvoðar eða eitthvað svona. Gæti kannski ríkt eitthvað smá í þessum. Það er nú ekkert sem að Íslendingar þurfum að hafa neina áhyggjur af. Við vorum bara hér yfir vetratímann. Svo fljótlega eftir svo 2-3 ár þá ákváðum það bara hreinlega að flytja hingað. Seldum bara alltaf svo heima. Hérna bjuggum við hérna á horninu. Við leigðum hérna og Andri var með fótaækjarstofuna hérna á horninu. Það er nú verið að fanturinn sem átti húsið, Andri var alltaf með fótaækjarstofuna hérna. Svo seldi hann, þurfti hann endilega að selja húsið. Sko, hann bara tekur töskurnar. Fólki hringir bara í hann fer bara næri töskurnar á hótelið og geyma það og tekur ekki aftur. Og við bara ákveðum að byrja bara svona lítið í þessu. Það voru aðrir búin að vera í þessu, sko. Við ætlum bara að gera þetta bara herbergi okkar heima, aukaherbergi. Nei, sko, þetta var svolítið mikið, við þurfum að fara að leita okkur húsnæði. Það er bara búið að vera sprengja núna. Það er að fara núna. Fólk orðið veit af þessu og þá er það bara sangrað að sig drastlina. Sólbekkir og allt mögulegt, sko. Já. Góðan daginn. Jú. Vantaði tíma? Já. Hérna er sem sagt flestir af Íslendingum, eldra fólki vill helst vera hér því að þá ertu alveg í kontakt við bæði hérna niður á Mannabar og hérna og svo beintir í Jumbo. Svo flestir vilja helst vera hér. Tannífer hefur komið hressilega vel inn og svo er þetta Kamelías þarna fyrir neðan. Hvað segirðu? Ég segi alltaf ágætt. Ég segi alltaf ágætt. Þú voru veit til friðs? Ég? Já. Ég hef aldrei verið til friðs. Nei, ég veit það. Ég fennu ekki að fara í núna. Aldrei. Nei. Ertu að spila?
Nei, spil. Já. Nei. Ertu kannski vant að spila á þig bara? Já, það er alltaf að spila á mig og með mig. Það er rétt. Þessi elskar sér ekki nokkurn skapaðan hlut. Þetta er hann Kalli, fararstjóri. Kalli brosa. Hvað segir þú druslæginn? Hvað segir Hvað? Hvað segir elskar mín? Elskar mín, hvað segir Segðu þetta aftur. Ég sagði druslæginn. Já, ég heyrði. Það ég líka. Þú ert ekki skemmtileg eins og hún. Þetta er rosalega erfið manneskja. Hún Feldís. Svo vel unnur. Ég er á örorku. Ég lifi ekki heima á örorku. Ég get ekki verið að leigja og borga alla reikninga heima og er ekki séns. Svo það veðrið? Já, veðrið. Náttúrulega ég er með gift og svona, þannig að ég líði vel hérna, betur heldur en heima. Það er náttúrulega líka það spilar inn í það að ég hef bara gefn áhuga heima. Ég get það ekki. Séns. Við megum ekki gleyma því að við búum samt við besta heilbrigðiskerfi í heiminum. Það er bara ekki hægt að veita það. Og þó að einn virkilega hristu höfuðið. Það er bara ekki rétt hjá það. Þá er það bara svona þannig. Já, hún er bara sekretarinn minn eða þrællinn. Ég sendi henni skipverkinn. En ég fæ ekki svo út á morgnana að byrja að hringja og hringja. Og reka hann á stað, gera hitt og þetta og hérna þetta er svona smá sendiferði fyrir mig. Já, við erum ákomin þennan veitingastað, Kosmos, Klaurubar, í 28 ár. Þar á undan vorum við með annan bar, hérna, það sem hún Ella Hárgríslu, við hitt hana, Elín Ágústs. Hún er búin að vera hérna líka. Við erum 3 ár sem er búin að vera allra lengst, það er ég, Auður og Elín. Eins og ég segi, það er alveg upp í 140-170 manns þegar lambakottur raspberu, með sultu og allis, brúnum, kartöflum og grænum, baunum og gulrótum. Já. Er það líka svona hamborgarríkur? Já, hamborgarríkur eða... Fílagrísarríkur? Já. Heilstekt nautafíli. Bringi sko, nautafíli með sósa eða peppersósa. Kalkunabringur. Líka brúnar kartöflur. Það er sko, það bara kostar rétturinn eitthvað 12-14 eurur og getur fengið ábót óvirt þá séum vel útilátið vennilega og það bara myndast mjög góð stemning. Og svona fjöldasöngur og ef það er einhverju hljóðfæraleikar á svæðinu þá koma þær með nikkurnar eða gítarna og Walkman. Hérna, nei, ég var aðalega á borðanum. Ég var eitthvað allt í öllu sko, svo sem. Sisko var aðalega í eldhúsinu. Og ég og Gunnar vorum og Gunnar sjálfur. Fyrst vorum við öll að vinna hérna, hún og Þórir, en svo var hann búinn að heita sjálfur sig sko, ef hann er í 50 ára að hætta að vinna. Búinn að vinna alltaf frá því bara unglingur sko. Við komum hingað í desember 73 og ætlaðum að vera í 3 mánuði. En það eru 43 ár núna og 3 mánuðir. Það var upp til 4.
best maður. Hér fáum við okkur í nefið og ég var að segja það áðan. Hér verður glætt að syngja og drekka brennið og taka í nefið. Ég segi það. Það er þjóðlegt. Ég sagði alltaf kannski að það er einhver land. Elska, vi började 1982 hérna. Var lilla búði. Den efter Breta, göra mycket. Den började kröpa 2006. Den började tillaka búdin, det var inte så många folken. En núna, efter, laga väl, mycket bättre. Gamla dagar bara ha 2-3 hotellen. Hotel Bronsemar, Alegranza. En alla folken kom in bara till sig hotellen. And then vi bara kommer till sig ut i baren, dricka björn, vi började förtala. En lilla började vässla. Men det var mycket gott. Hvað kaupa Íslendingar? Alltaf mycket gott elektronik. Gamla dagar, stor sjónvarpin, videovél, radarvara. Idag bara síma, í tölvu, fartölvu. Breyta, alltaf breyta. Gamla dagar mycket sjónvarpin, stor greiðla. Útvarpin, bílútvarpin, mycket bílútvarpin. En idag bara lilla myndavél, rakvél. Alltaf rakvél í lítil útvarpin. Dricka allt í leið, brennivín, já, hangikjút, hákat, allt sem. Finnst þér það gott? Já, prófa einn sem ég træf Surapunga. Takk fyrir, ekki meira aftur. Alltaf með Montafradari, Tauramlar, gamla dagar Klara, they make very good big party. The special people come from Iceland to make the food. Then alla säger Tauramlar, then I say bara Surapunga party. En vi säljer Kraskadaboken lika. And we have Freddur allan daginn för isländska folken. Klockan 12:20 med útvarpin. Klockan 7 med sjónvarpin. En líka eitthvað handball og fútbol. Alltaf við hefur úti með sjónvarpin. En marga fólki kom til að harfa. Íslendinga fólki líka drikka. Allan daginn, konjak, vitamína. 3-4 flaska, búinn allan daginn. Það er góð, líka veisla. Já, góð maður, góð fólk. Takk. Ég veit ekki hvort þið vitið það, en ég vann hjá Harry fyrstu árin. Þá var ég svona konsulant til Íslendinga við að kaupa hluti og gera. Þetta sé gert rétt og þið fái það sem þið eru að kaupa. Þetta er finnskur bar. Jefe, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Sí, mira. Está bien, ¿no? Sí, muy buena. Pero te veo perfecto. Sí, cortar, sí. Sí, ya, pero bueno. Sí, cortar. No. Andrés habla. Si te corta eso era malo. Sí. Gott líf. Það sé ekki svona ein góð setning og þú þarft ekki áhyggjur á morgundeginum. Þú veist. Þetta er auðvitað búið erfitt að segja þetta en gott líf er einhvern veginn þannig að þurfir ekkert að hafa neina rosalega, allir fjárhagsáhyggjur og allir að reyna að fyrir sér peninga og allir að það og svo ef heilsan er ekki alveg í 100% þá allir hafa sín djöful að draga, sko. Það er ekki málið. En svona að jaðaráhrifin sé ekki að drepa þig. Eins og þessi elsku kona sem var í sjónvarpinu daginn út af því að maðurinn hennar var svo veikur að allir peningarnir fóru í að ég bara vissi þetta ekki. Ég bara vissi þetta ekki. Að þegar að þú þarft að borga þú með krabbamein. Ég get sagt ykkur það. Ég hefði ekki fengið að búa hér. Þegar ég kem hérna og þá þurfti ég að semja þeir þarna í Danmörku sem skáru mig. Sögðu mér það að farð þú bara til Kanari og vertu þar. Það er besti sem þú getur fengið fyrir lungun þín. Ekki málið. Íslendingarnir vildu að ég kæmi á Reykjalund. Ívertsen var orðinn heldur góð vinur minn í restina. Sagði mér sko bara, Nonni minn, þú fer sko bara beint í Kanari, ja? Þú þarft ekkert að fara inn eina æfingar eða hlaupa eitthvað kjaftaði. Þú bara lifir, ég átti þá 2 hunda og fer rosalega mikið í labbitúra og það var alveg nóg. Hann sagði, þú fer ekki á Reykjalund. Ég varð að semja og Klara Vín kom með mér. Við erum að fara upp á spítala og semja þar við lungnadeildina að þeir tækju ábyrgð á mér því að lungnaþegi fær ekkert að vera hér og með læknarna sína í Íslandi. Þetta gengur ekkert upp. Ef það er eitthvað þá bara hef ég samband við og svona.
ekki til peningakassi á spítalanum. Það er ekki til peningakassi á spítalanum. Fyrirgefðu, má ég benda að allir sem erum hér, við getum farið til læknis, við getum farið í myndatöku, við fáum lyf og við borgum ekkert fyrir að fara til læknisins, ekkert fyrir myndatökunar og við fáum lyfin þannig að við greiðum 10% af þeim. Ég finnst þetta að vera myndaskapur, hitt er bara svo aumingjar heima á Íslandi, það er alltaf verið að tæma alltaf. Nú bakar? Gracias. Hasta luego. Það er bara matþægt. Ég átti strákinn minn eldri, 85 og þá fæ ég fæðingarþunglyndi og fyrir þetta mörgum árum var þetta ekkert inn í umræðinni fæðingarþunglyndi þannig að ég var svona í 5 ár þar til þeir uppgötvuðu hvað var að mig. Þá var ég komin með krónískt þunglyndi og 96 þegar ég gekk með seinni strákinn að þá fikk ég svona mikla grindagliðnun og þá fæ ég vefjagreiðsluna út frá því. Þannig að eftir það fer ég á örorku. En ég hef búin að vera að vinna alveg heima alltaf áður en á það skeiði. Ég er búin að æfa í morgun og fór í góða sturtu til þá ég seti rosa gott ylvatnanum. Já, þannig ykkur alveg ótt að vera nálægt mér, sko. Þá setjum við bara í gang, sko. Og það verður flott. Já, flott þetta. Svo annar hendinu upp, hinn svona bakið. Og maður sverðir fingrum, hreyfir mjamið og fyrir í hring. Erum við tilbúin? Erum að byrja. Og svo skiptum hendur og fyrir hring. Aðalæg, svo fram aftur. 5, 6, 7, 8. Ella, su marido es catalán, Paco, tiene Cosmos, pero ellos ahora no trabajan ahí, tienen alquilado. Pero Clara puede decir todo, ella fue guía, puede decir todo. Þessi staður er mannapar, frábær par. Es Sueni y esta Mati, pero se murió. Mati se murió. Pero esta señora igual lo conoce, dice que es periodista, no sé. Ahí no sé cómo se llama tampoco. Se llama Siki. Tiene un mensaje dentro. Tiene una carta dentro escrita. Þegar það kemur einhver sem er ærlegur og bara segir hérna, ég er bara að byrja stafsökunar, þá er hann orðið mest mikið. Af því fólki vill ekki breytingar. Það vill bara þess sem að Við erum svo böndi að þetta sé allt hálfgerði bjána þarna sem situr á þingi og þegar kemur eitthvað virðist vera heiðarlegu þá verður hann bara gátt. Já, það er gott að Jón Otto var hérna í vinnu fram að hruni. Já, 3 eða 4 ár sem var. Á föstudaginn þá var karlakórinn frá Höfni Hortnafirði að syngja hérna. Já, Brófi. Hann heitir Brófi, sko. Já, Brófi síma út. Já, og var ekki kór líka, karlakór mjög föstudag síðast? Já. Já. Það er bæði óvænt og mjög ánægilegt að tekist hafa löngu róðupótan sem formaður samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Þegar ég talaði mömmu í gær, þá sagði hún, já það verið í fyrrakvöld, sem að
þá kom það í íslensku veðurfréttunum ætti að vera svo mikið rok á Kanarí. Ég sagði, nú, það búið að vera mikið rok á Kanarí. Ég get ekki búið heima. Ég bara... Þú heima hér? Já, heima hér, núna. Meðan við, sko, ég skil alveg þetta fólk eins og heima á Íslandi. Það verður að tala miðja mánuð, þetta á ekki fyrir mat og öðru. En hérna það bara allt öðruvísi. Hérna dugar örorka mér. Grazie. Can I take away this? You finished, yeah. Grazie mille. Og það munar svo miklu. Ég nenni ekki að vera að ströggla þetta heima á Íslandi. Do you have, there's the half for the Bambino? How big is it? Number 48. Yes. Það hlýtur nú að passa. Hún er alltaf stærri en þetta. Kíkja á sólgleru líka. Barna. Það verður að vera í stíl, sko. Ég hérna með hamburgerhrygg. Þetta nokkuð svíðasölda. Ég okkur blómað, súr svíðasölda, brunnasaltkjöt, hangikjöt. Stórkostlegt. Helmingi ódýrara en heima í Íslandi. Það fer náttúrulega allt eftir hvað þú ert kröfuharður. En það er bara hægt að útbúa svo mikið hér, matnum sem hér Fiskurinn stórkostlegur. Við segjum heima eigum við stórkostlegan fisk, en það er líka stórkostlegur fiskur hér. En það er bara fyrir Íslendingana að þora að fara á stað. Ég keypti fyrra túnfisk og var svolítið smeyk. Svo hefum bara satt á steikjan 2 mínútur á hverju hlið og það lag safinn og það var æðislegur. Ég kalla þetta fjólur, því að þú segir hommi á svo nálægt homosexual, það þetta bara dónaskapur að segja svona. Ég segi bara fjólur. Það auðvitað finnst mér bara flott nafn bæði á konur og kalla. Að það var gert einhvers konar samkomulag og þeir fengu að vera í friði í Jumbo. Félagslífi í Íslendingum. Ég efast að hinar Norðurlanda eða bresku eða þýsku eða hollensku ferðskuldurnar bjóðu upp á allt þetta félagslífi. Það eru söngstundir, það bingo, það félagsvist, það út að borða, það pólitíski fundir og bara ótrúlega og morgunleikfimi og þetta allt borgin að kostnaðarlaus. Það ekki kreppa hjá Sigga. Mamma har så mycket pengar och mamma ger större. Mamma gerir þessu. Svo gerir þessu. Já. Special, så að segja special price for you. Special price for you, no more. Det var vänta så bara Sigga lägger alla på. Ja. Tala om mamma. Mamma sa okej, mamma like. Tala om mamma. Mamma var alltaf að bjarga mann. Ægir það, neðrá, það P. Þú ert ekkert að gera slæmkaup, er þetta fína veski fyrir 20 eurur? Ég veit að við þurfum ekki að hafa. Nei, það aftur á móti hennar mál. Mamma segir takk fyrir. Já. Mamma segir takk fyrir. Já, út að borga 20. Já, takk fyrir. Það þetta hitinn, loftsnægið og það sem maður er farin að eldast, þá liðkast maður í öllum liðamótum og það er bara að við löpum hér í langa löputúra og höfum það bara þetta er mikið ódýrara að lifa heldur á Íslandi. Hér geta eldri borgar að lifa því að það er svo fínt að lifa á Íslandi. Hér hefur maður efni á að vera. Við erum búin að vera hérna síðan 2002 eitthvað svona, í janúar, sko, venjulega. ¿Y mamá? Mamma, right here. ¿Tú? ¿Nebe?
like Esmeralda's people. I work in Esmeralda's 25 years. It's nice country. Við viljum bara vera á þessu svæði hérna. Af því að sko, við erum að koma bara inn í risa ættar. Þetta bara risa ættar, maður segi ég alltaf. Við erum að koma hérna kannski í lok janúar og fara heim fyrir páska. Og fjöldir af þessu fólki alveg bara svakalega sem gengur hérna í gegn alla tíma. Og svo finnst mér bara sko, mér finnst þetta svo góður vinnir manns. Sem maður aldrei séð eða heyrt fyrir við komum hérna. Og það eins og þetta sé bara einn stór fjölskylda. Má byrja? Ok. Á Kanarí er skemmtilegt að vera. Við og höfum það eins og frægu stjörnurnar. Á Kanarí er skemmtilegt að vera. Sir.